Þú talaðir í einu viðtali óæskilega blöndun menningarheima sem olli miklu fjaðrafóki. Verður til að skýra fyrir mér aðeins betur hvað þú áttir við með því? Já, sko, ég í því samhengi að vísa til þess að við skiljum, sko, hvað að vera Íslendingur? Hvað það sem þið þykir vænt við það að búa á Íslandi, hafa alist hér upp? Einhver sameiginleg gildi. Hver okkar menningararfur, sko? Í hverju liggur hann, sko? Og ég hef gjarnan bent á það og menn hafa sumir rangtúlkað það mjög harkalega. Ég bara bendi til dæmis á það að öll Norðurlöndin eru sem sagt sterk lýðræðisríki, mjög sterk lýðræðisríki, þar sem að við getum sagt að við búum við full lýðræði. Þetta eru ríki þar sem að velsæld mjög mikil. Það eru ýmis réttindi á Norðurlöndunum sem ekki fyrirfinnast annars staðar. Við getum bent á það að hér til dæmis atvinnuþátttaka kvenna og kvenfrelsi almennt með því besta í heiminum sem þekkist. Hvað eigum við fleira sameiginlegt? Við getum sagt að við erum með í fánanum krossinn og það ekki ykkur tilviljun. Það vegna þess að við erum með kristilegan bakgrunn, þessi menningarsamfélag á Norðurlöndunum. Og við Íslendingar höfum sagt í þjóðaratkvæðagreiðslu við viljum standa með íslensku þjóðkirkjunni. Hún hluti af okkar menningarsögu og hefur haft miklu meiri áhrif heldur en margir svona gera sig grein fyrir í svona daglegri umræðu á bara það hvernig við hugsum, hvernig við erum, hvernig komum fram við hvert annað, hvaða gildi það eru sem að svona móta fjölskyldulífið okkar og svo framvegis. Og þetta sem ég að tala hérna, lýðræðið, jafnréttið sem hefur fært okkur sko, bara fremst meðal þjóða, til dæmis í kvenréttindamálum og atvinnuþátttaka kvenna hvergi meiri og svo framvegis. Það hvernig við tryggjum jafnt aðgengi að ýmissi þjónustu, hvort sem eru heilbrigðis þjónusta eða skólar. Við notum skólana til þess að svona, gefa fólki jöfn tækifæri út í lífið. Þetta eitthvað sem að, mér þykir vænt og svo eru aðrir kraftar sem eru beinlínis í heiminum að grafa undan þessum gildum. Þau eru að ráðast á lýðræðið og sko þegar við setjum þetta í samhengi við það, hvort það sé ykkur mörk á því hvað við getum tekið við mörkum frá öðrum menningarheimum, þá blasir við mér svarið sko. Það eru að sjálfsögðu mörk á því. Og ef við horfum til þess sem hefur gerst í Svíþjóð og að gerast í Danmörku mjög víða, og ég hef verið að ræða þetta við sko forsætisráðherra þessara landa og aðra ráðherra í gegnum tíðina, að þá hafa þeir lent í alveg meiri háttar vandræðum vegna þess að þau voru of bláeygð, trúðu því að þetta myndi leysa sig og að samfélagið myndi einhvern veginn vera svo heillandi fyrir viðkomandi innflytjendur að þeir myndi aðlaga sig að samfélaginu eins og það þar, en það hefur ekki gerst. Og þetta ekkert sko ég vil ekki sko ég vil bara geta rætt þetta sko af einhverju raunsæi og mér sjálfu sér alveg sama þó einhverju segja heyrðu þarna skín í einhverja fyrirlitningu sko gagnvart útlendingum. Það bara rugl. Það bara algjör þvælu umræða. Við erum bara að tala staðreynd, við erum að benda á reynslu annarra þjóða og Danir hafa verið að galopna umræðan þetta. Og það mjög mikilvægt að við höldum þessari umræðu áfram og gerum okkur grein fyrir því að ef við ætlum að standa vörð þessi megin grunngildi sem að gera frábært að vera á Íslandi og manni þykir sko væntum vegna þess að það héðan sem að við öll sprettum úr þessum menningarheimi með þennan bakgrunn og þessa sögu, að þá skiptir máli hvernig við stjórnum landinu. Það skiptir máli hvernig við stýrum landamærunum, skiptir máli hvaða reglur gilda hinn ýmsu mál og þetta eins og þú nefnir með Svíana og Dani og svona, þau eru ekki bara bláeyðir á sínum tíma, voru þeir hreinlega sko, þetta var tabú að tala þetta og það þessi réttrúnaður sem náttúrulega svona ofsafengin sem að ber menn niður þegar þeir reyna að fá einhverja skynsemi í málin. Heldur að þetta, og við höfum náttúrulega sko fengið okkar skerfa af þessu, heldur að þetta sé að komast í eitthvað betri balans? Já, ég held að balansin sé aðeins að breytast. Ég hygg ekki við að benda á þessi dæmi, þegar ég hitti stjórnmálamenn frá Norðurlöndunum þá eru þeir mjög opnir með þetta. Og má ég bara benda á það sem hefur verið að gerast í Evrópu undanfarin ár.
Ég meina, sjáu þið bara pólitíska landslæði, ekki bara á Norðurlöndunum, heldur víða Evrópu, hvernig það hefur verið að breytast vegna þess að algjörlega. stjórnvöld þeim hefur mistekist að halda utan þessa málaflokka. Síðast í Austurríki, kemur dálítið svona öfgafullur flokkur. Já, harlínu hægri að fá mikið fylgi. Já, Wilders í Hollandi vann kosningarnar og hefur verið mjög svona hvass í þessar umræðu og ég geti nefnt fjölmörgurnu dæmi, ég meina í Svíþjóðademókratarnir stór flokkur og þeir byrjuðu, á bara harðri umræðum þetta. Látum okkur þetta verða víti til varnaðar. Lendum ekki í sömu stöðu, þannig að við missum stjórn á þessum málaflokkum og sköpum vandamál sem að hafa valdið sundrungu. Ég ekki að tala fyrir polariseringu, ég að tala bara fyrir raunsæi og ég að benda á að þau gildi sem að einkenna íslenska samfélagið og Norðurlöndin heilt yfir hafa gert hvað? Hafa tryggt lífskjör í fremstu röð. Stöndum þessna vörðum þessi gildi og látum ekki eins og það skipti engu máli að standa vörðum þau og jafnvel þóttu þú ætlar að virða trúfrelsi og þú ætlar að gera þitt í því að taka á móti flóttamönnum svo lengi sem að þú setur ekki innviðina þína í uppnám og þú ætlar að hjálpa þeim að aðlagast samfélaginu og við ætlum sömuleiðis að vera opin fyrir evrópska vinnumarkaðnum. En við erum alltaf að vera meðvituð hvað við höfum að verja. Við getum ekki bara sagt, þetta bara gerist einhvern veginn og þetta hlýtur að vera allt í lagi vegna þess að það eru aðrar hugmyndir, það eru aðrir kraftar, það eru aðrir hagsmunir. Þetta hefur stundum verið nefnt líka í samhengi við það þegar menn að fjármagna moskur til dæmis með erlendu fé og vilja koma þeim upp hér og reyna að efla þá starfsemi í landinu. Mér finnst þetta bara að skipta heilmiklu máli. Já, það hlýtur að vera varhugavert. Já, ég held að menn eigi að gjalda varhuga við því.